Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Þetta fyrsti þátturinn á þessari haustvertíð. Mér telst svo til að þessi þáttur, þetta sé 13. árið sem að þessi þáttur á dagskrá í fjölmiðlum. Og hann nú svona með hefðbundnu sniði. Við ætlum síðar í þættinum að birta viðtal við Noam Chomsky sem hann verið kallaður áhrifamesti þjóðfélagsrýnir samtímans, bandarískur málfræðingur og stjórnmála hugsuður. Við birtum ítarlegt viðtal við hann hérna á eftir. Við veltum fyrir okkur Kínverjanum, fjallaskáldinu kínverska, Huang No-bu og hans kaupum upp á Grímsstöðum og setjum það kannski svona svolítið í samhengi við það sem að gerast í heiminum með fjárfestingar Kínverja. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Ólafi Stephensen, ritstjóra Fréttablaðsins, Sigríði Á. Andersen sem lögmaður, lögfræðingur, Jóni Trausta Reynissyni, ritstjóra DEVAF og Ingimari Karli Helgasyni, fréttamanni. Verið velkomin. Við ætlum að fara svona vítt og breytt við það sem er að gerast núna og kannski nú eiginlega að því að þingið nýbyrjað og svona að ég ætlaði bara að byrja á kannski stöðu svona ríkisstjórnarinnar almennt og verður nú að segjast eins og vera. Hún er ansi tæp og það er nú eins og þú skrifaðir í leiðara á þínu blaði um daginn að þarna eru menn í odda aðstöðu sem eru býsna órólegir en margt má skýra með þessari tölu 32, 31. Það er hægt að útskýra hamaganginn í landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherranum sem ekki vinnur þvert á stjórnarsáttmálann sýnismanni með þessari stöðu í þinginu. Og það náttúrulega margir sérstaklega í vinstri grænum með svona sín gælumál sem að eru augljóslega tilbúnir að halda ríkisstjórninni í gíslingu. Þráinn Bertelsson með kvikmyndaskólann, Guðfríður Lilja með virkjanir í neðri hluta Þjórsár og þar fram til götunum. Þannig að ég hugsa að við eigum nú eftir að sjá margar uppákomur á þinginu í vetur út af svona málum. Við þurfum að friða einstaka þingmenn í stjórnarliðinu og eða gera einhvers konar samninga við stjórnarandstöðuna. Ætli Guðmundur Steingrímssyni mun ekki finnast það mjög eftirsóttur í vetur. En þetta yfirleitt starfhæf ríkisstjórn? Eins og mér sýnist eins og að stað hennar, menn hafa talað hún myndi lafa áfram, hún get ekki dáið en stað hennar eiginlega alveg furðulega veik. Já, hún náttúrulega hangir á því að stjórnarandstaðan ógnar en ekki beinlínis. Hún er ekki tilbúin hún hefur staðist vantraust þó að það væri tæft. Já. Og stjórnarandstaðan svona ekki alveg í færum til að taka við. Hvað segir þú, Sigríður? Nei, ég alveg sammála því að ríkisstjórnin ekki starfhæf en ég alveg sannfærður það að hún lítur ekki svo á málið og það ekki bara ríkisstjórnin, það þetta staða forsætisráðherrans sjálfs sem auðvitað mjög veik. Ég heyrði ykkur umræður í morgun í útvarpinu þar sem að menn voru að velta fyrir sér þessari nýju útspili hennar að tilkynna það sérstaklega að hún ætla að bjóða sig fram til formanns flokksins. Og þar hefðu ykkur menn verið að ræða það þeir hefðu fyrir helgi á fimmtudaginn voru menn sannfærðir hún myndi ekki gera það. Nei. Og almenningur held ég að hafi verið þeirra skoðun að hún hafi ekki ætlað að gera það. Það er auðvitað sérstakt að forsætisráðherra þurfi eitthvað að árétta þetta sérstaklega. Og maður heyri það nú, eins og ég hafi ykkur skoðun á því, ætla að hafa ykkur skoðun á því, ykkurum innanbúða málum í Samfylkingunni að það einhvers konar undiralda þar og óánægja með þessa ákvörðun og menn eru að hugsa stöðu sína og allt þetta en hún virðist halda fólki þarna í einhverju gíslingu. Já, en kannski hafa þeir ekkert annað, kannski lítið þessu á, þeir veðjuðu á hana þarna eftir, hún var nú einhvern veginn, hún datt inn í þetta nánast fyrir svona tilviljun þarna eftir hrunið, þegar hún var svona einhvern veginn, virkaði svona óflekkuð en nú virkar hún. En það náttúrulega svolítið slæmt þá að fólk hefur það samt ekki meiri trú á henni en þetta að hún þurfi að árétta stöðu sína með þessum hætti. Já, nú virkar konan ansi þreytt og þessi ríkisstjórn virkar bara einhvern veginn eins og hún sé nánast þrotin af kröftum. Ég ekkert endilega sammála því. Nei. Og það nú merkilegt að þið sitji til hægri og þú hefði kannski að sitja hægra með við Ólaf, það hefði kannski verið meira hæfi í þessu að auðvitað finnst fólki sem nátengt Sjálfstæðisflokknum eða ekki varaþingmaður í þessum flokki ríkisstjórnin veik og finna henni allt í foráttu. Hún sannarlega ekki svo sterkasta örugglega og líka það munar það eins og við sögum 30-32, það bara einn maður í meirihluta.
En það eru líka, þú sagði Guðmundur Steingrímsson, en það eru nú þarna fleiri. Lilja Mósesdóttir ekki hægt að vera vinstrimaður. Hún ekki sjálfstæðismaður, þó hún hafi kannski satt skilið við þingflokk Vinstri grænna og Atli Gíslason örugglega ekki heldur. Það er reytingur af þingmönnum hann úti sem hafa sagst munu styðja ríkisstjórnina til góðra verka. Já. Og það kannski má líta á þessum kost að þessi ríkisstjórn, hún getur ekki bara keyrt áfram eins og þessi emreið sem ég leiði mér að kalla ríkisstjórnina sem að satt hérna 20 ár fyrir hrun. Að við erum kannski orðin vön því að geta ekki rætt stjórnmál öðruvísi en það einhver lest sem að keyrir brunar áfram með mann sem að núna ritstjóri Dagblaðs í forsæti með hörðum flokksaga og bara leiði mér að segja þöggun að halda að það sé engin stjórnmál og ríkisstjórn sé ekki starfa vegna þess að það hægt að tala pólitík, eitthvað sem að kannski mátti ekki áður. Og að þingmenn sem að sitja í stjórnarmeirihlutanum megi hafa sjálfstæða skoðanir, hvort sem að það Þráinn Bertelsson á Kvikmyndaskóla eða Guðfríður Lilja á virkjunum í Þjórsá. Og ég efast að Guðfríður Lilja sé eini stjórnarþingmaðurinn, hvort sem vinstra megin, semst í Vinstri grænum eða Samfylkingunni, eða þá í stjórnarandstöðuflokkum sem hefur einhverjar sérstakar skoðanir á því. Það ekkert gefið að það eigi endilega að fara að virkja í neðri Þjórsá, það ekkert búið að taka einhverja ákvörðun það. En þetta bara málin sem standa út af, nú til dæmis, það margt sem, nú sem sagt Jón Bjarnason, hann búinn að setja eitthvað stopp á það að það sé hægt að ræða landbúnaðarmál í tengslum við ESB-umsóknina. Við erum með kvótafrumvarpið sem að virðist einhvern veginn alltaf, ég hugsanlega jafnvel að daga uppi, af því að það ekki stuðningu fyrir kvótafrumvarpinu sem Jón Bjarnason samdi. Við erum með stjórnlagaráðið og það ég sé ekki þessi neinn samstæðan það hvernig menn ætla að fara með þá vinnu. Þannig að stóru málin eru öll í einhvern veginn ef að ríkisstjórn getur einhvern veginn ekki unnið heil saman að þessum svona aðalmálum sínum, hvað er þá eftir? Ekki þessi ríkisstjórn með dálítið mikilvægt verkefni fyrir ekki að teka það róðið sem að reyna að halda þessu ríki okkar þessu kerfi ennþá á floti eftir að Sjálfstæðisflokkurinn lagði allt í rúst. Menn segja stundum það eru 3 ár frá hruni og þið ekki að kenna Sjálfstæðisflokknum en það bara fyrirgefið, það nefnilega þarf. Ríkisstjórnin ennþá að vinna úr þeim rosalega vanda sem að Sjálfstæðisflokkurinn á sínu 20 ára valdasetu skildi okkur eftir í og þessi ríkisstjórn hefur það verkefni númer 1 að passa upp á velferðarkerfið. Og það ekkert auðvelt að gera það. Og hún að standa í alls konar rugli líka eins og, það rugl, erfiðum málum, eins og þetta að reyna að afnema þessi forréttindi í kvótakerfinu og svo framvegis. Þó svo að samstarfinu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé lokið að nafninu til, það þýðir ekki að verkefnum í efnahagsmálum sé lokið. Hvað erum að borga marga 20 milljarða í vexti af sköttunum sem við borgum á hverju ári? Þetta stóra verkefni. Allt hitt, ég meina þetta eina ríkisstjórnin sem að við höfum til þess að vinna þessum verkefnum áfram. Þau segja bara, farið og lækki skatta, árangur áfram ekkert stopp. Þetta eins og Framsóknarflokkurinn 2007. Þau hafa ekkert erindi í þetta, eins og Ólafur Stephensen benti á áðan held ég að stjórnarandstaðan nýtur ekki mikils trausts, þó svo að ríkisstjórnin njóta ekki mikils trausts, það var ekkert annað í boði, eins og Svo var nú kannski bæta því við í þessu að það ekki bara þessi mál sem eru opinberlega sem að virðist vera óánægð innan stjórnar samstarfsins, en þá það líka þessi mál sem að hafa verið látið líta út fyrir að vera eitthvað samstæðu eins og til dæmis álverið í Helguvík sem að núna að koma upp einhverjar staðreyndir það að Steingrímur J. Sigfússon hafi verið að vinna þarna gegn stefnu ríkisstjórnarinnar og gegn því sem hann hefur haldið fram opinberlega með einhverjum viðræðum við Magma Energy að reyna að útiloka Norðurál frá orkunni. Þannig að þetta eru svona hluti sem orka í öllu falli tvímælis og þarf að fá svör við hvort að þarna sé þarna ber eitthvað verulega á milli í mjög mikilvægum máli sem uppbyggingi þarna á Reykjanesi og orkunýtingin. Ertu að tala þetta sem að var í Morgunblaðinu gekk hvað fimmtudaginn og föstudaginn með flenni fyrirsögnum með gömlum fréttum. Ég kíkti á þetta, Svandís Svavarsdóttir sagði í þinginu held ég þóttist að hafa heyrt það í fréttunum, hún sagði ekki að hafa lesið þetta, get ekki talað þetta og ég hugsaði með mér það sama og greinilega við allan þingflokk Sjálfstæðismanna því að þeir komu upp í ræðustól á Alþingi á held ég fimmtudaginn, hver eftir öðrum og sagði þetta eru svik, veit ég hvað töldu upp dagsetningar og lit á klukkuna sína hvar hefði nú Steingrímur J. verið staddur 25. ágúst klukkan 3 árið 2009. Það skipti engu máli, það var ekkert nýtt í þessu. Ég blogga nú á Smugunni það væri nýtt í því ég benti á það að þarna verið að tyggja upp gamlar fréttir sem við fluttum á Stöð 2 fyrir meira en ári síðan og
látið lítið út eins og þetta sé eitthvað nýtt. Það var ekkert skúbb í þessu. Það meira segja kom fram í Morgunblaðinu í lok ágúst árið 2009, það sem að Morgunblaðið segir núna sé nýtt. Og því miður, þá það hvað sem að gjarnan vildi. Að þá Morgunblaðið hafi verið staðið að því oft, núna upp á síðkastið, að það setjandi gömul tíðindi, sláandi því upp sem einhverjum forsíðum fréttum. Og það gerir náttúrulega bara mjög leiðinlegt af því að þarna ágætis fólk sem að vildi gjarnan taka mark á, en eins og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins rjúkandi upp til þess að blása þetta út, gerir sjálfan sig bara því miður ómarktækan með því að elta upp í svona þvælu. Þótt að þetta mál væri ekki nýtt, það var í minnsta kosti ósvarað. Og minnsta hefur fjármálaráðherra svaraði þannig að það eru alls ekki öll kurl komin upp til grafar það hvort að hann hafi verið þarna með einhverjum viðræðum við Magma. Hann var í viðræðum við Magma, kom fram í ágúst árið 2009. Já, viðræðum í þeim tilgangi að fara gegn tilgangi og hagsmunum og markmiðum ríkisstjórnarinnar með samningum við Norðurál og uppbyggingu á orkuvers. Svona í hennu breiðara samhengi og burtséð frá smáatriðunum í þessu Magma-máli, þá náttúrulega ríkisstjórnin ekki að vinna vinnuna sína í því efni að auka fjárfestingu og sérstaklega erlenda fjárfestingu. Því að nánast allt sem hún hefur gert hefur frekar stuðlað því að rekja útlendu fjárfestana í burtu heldur en að laða það á aðlandinu. Við ætlum að tala Kínverjan á eftir. Jón Trausti, þú skrifaðir leiðara í DV á föstudaginn þar sem þú segir að þjóðfélagsumræðan á Íslandi hafi nú sjaldan verið furðulegar en einmitt núna. Hvað ertu að fara með þessu? Já, þetta mikið moldviður í umræðina sjálfsögðu, eins og í kringum þetta álversmál gamla. En það sem ég að tala er í rauninni breytingin sem orðið frá hruni. Eftir hrunið var svona mikil gerjun í umræðinni. Margir koma að henni og nýir aðilar. En það sem hefur gerst að flokkspólitíska umræðin komin aftur með áróðri og slíku. Ímyndarsýkin eins og ég kalla hana, hún að snúa aftur þegar forsætisráðherra skorar á okkur að búa til samstöðu að tala ekki hlutina niður. Og svo þetta í fyrirlegasta mál með hvort að ástandið á Íslandi sé gott eða vont, samkvæmt sjálfstæðismönnum, því að þegar talað um ESB þá allt frábært hér. Þegar talað um innanríkismál þá allt í kaldakoli hér. Þegar talað um Geir Haarde þá hann allt í einu orðinn bjargvættur Íslands. Það hann sem gerði svo vel í hruninu, að hrunið var svo gott að svo vel útfært að eina vandamálið ríkisstjórnin sem tók við. Já. Þetta mjög fyrirlegt að mínum mati, verð ég að segja. Við erum aftur bara komin í einhverju stjórnmálaheimin þar sem áróðurinn þetta allt snýst alltaf meira um áróður eða hvað? Ég held að þetta sé svolítið eins og Davíð Oddsson talaði að hann fór gegn öllum málum jafnvel þótt hann var í hjarta sínu samfélaginu. Já. Og þetta svona aðferðin sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur notað í gegnum árin. Í góðærinu var línan að segja, sem sagt, voru skilaboðin að biðja fólk að tala ekki niður hitt og þetta. Þannig var gagnrýni markvisst barið niður. Geir Haarde notaði þetta evruna, Jóhanna Sigurðardóttir notaði þetta fasteignamarkaðinn, forseti notaði þetta daginn, gagnvart leiðtogum verkalýðsins, að þeir mætti ekki tala niður atvinnulífið. Og já, nú notar Jóhanna þetta í upphafi þings. Þetta línan hennar, þetta svarið hennar við öllu þessu, það bara pössum upp á ímyndina. Já. Og kallar gagnrýni stjórnarandstöðunar eitt stærsta efnahagsvandamál Íslands sem náttúrulega firring og að með ímyndarsýki myndi ég halda. Já.